Fyrsta ráðið í fasteignakaupum, sérstaklega fyrir fyrstu kaupendur, að hugsa svolítið í fermetraverði, horfa svolítið í tækifærum. Vegna þess að það mjög sjaldan sem að fyrstu kaupandi á fasteign lengur en 3 ár. Þetta oftast 2-3 hámarki 4 ár og þá skiptir svo miklu máli að geta keypt á góðu verði. Það til verkfæri bæði inn á hms.is sem heitir verðsjá, þar sem þú getur séð fermetraverð á fasteignum eftir hverfum og eins getur þú séð kaupsamninga og ákvað eignir seldust í sama hverfi inn til dæmis inn á fasteign.is. Ráð númer 2 að skoða eignina svolítið sem tækifæri og ég segi alltaf að það 3 leiðir til að skoða fasteign. Það að innan, það að utan og skoða gögn fasteignasalans mjög vel, eins og húsfélagsyfirlýsingu, söluyfirlit og svo framvegis. En það líka mikið tækifæri að skoða svolítið framhjá vandamálunum. Vegna þess að það oft sem að parket, máling og jafnvel ný lýsing á íbúðinu, það að segja bæta birtu íbúðurinnar, munu stórauka verðgildi eigna. Þannig að horfðu þetta á það. Annað mikilvægt atriði varðandi ráð númer 2 að óska eftir fundargerð síðustu húsfundi. Þess að það oft umræður og upplýsingar sem kannski ekki búið að samþykkja eignina. Til dæmis mjög algeng umræða í dag í flestum húsfélögum til dæmis með rafmagnstöð fyrir rafmagnsbíla. Og það voru gott að vita hvað kostnaður framöndan þó sé ekki endilega búið að samþykkja kostnaðinn á húsfundi. Ráð númer 3. Ég langar að segja ykkur örstutta sögu á einni vinkonu minni sem kaupir sér fasteign í Hafnarfirði fyrir nokkrum mánuðum síðan. Hún var með frekar lítið eigið fé upp á einhverja 3 milljónir sem rétt dugði fyrir 85% lántöku á þeim tíma. Hún fór eftir þeim ráðum sem snýst ráðum 3. Það að hugsa svolítið það á næstu 2-3 árum eftir að þú kaupir sérstaklega þínu fyrstu eign að reyna að búa til eins mikið eigið fé og hægt og það hægt að gera með að fjárfesta litlum fjármunum í að gera íbúðina fallegri og verðmeiri og eins líka sama tíma að vera duglega greiðin á séreignarsparnaðinn, duglegur að borga niður láni, þó ekki nema bara auka 20-30.000 krónur á mánuði og þá svo mikilvægt að vera með gott eigið fé í næstu eign sem þú kaupir sem eign nummer 2 þess að oft á þeirri eign þá kannski kostnaður við að lifa búið að aukast af því að það kannski börn komin í spilið, þú kannski með maka og framvegis. En þessi góða vinkona mín, hún kaupir hérna íbúð með 3 milljónir króna útborgun, frekar ljót íbúð, svo við segjum bara eins og hlutirnir hún fjárfestir örlendum krónum í þetta, einhver eitthvað bilnum 200-400.000, býður svo í ákveðin tíma og á 2,5 ári þá var eigið fé í íbúðinu orðið 9 milljónir króna sem var svo gott stökk inn í næstu eign sem hún tók og byggði ákveðin grunn inn í hennar fjárhagslegu framtíð á fasteignum. Ráð númer 4 að það að gera ekki of miklar kröfur á eignina sjálfa. Vegna þess að það oft hvað litlu atriðin, það að segja þessi ljóta atriði í íbúðinni sem auðvelt að laga. Ég hef lent í því og ég hef tekið á móti krökkum, ungum krökkum, fyrstu kaupendur sem að sá ekki fyrir sér að kaupa 11 milljónir króna íbúð á Hverfisgötu í Hafnarfirði árið 2016 á 11 milljónir króna. Þessi íbúð hækkaði nærri 10 milljónir einu ári og fyrirstaðan var svo að opnin var ekki vinnumhætt. Þannig að ekki setja of miklar kröfur, þó að þið lappið inn í eign þar sem að ljótt parkett eða illa málað eða eignin dimm eða fara að sjá að þessu eldhúsinnréttingu, þá leiðir til dæmis eins og bara filma innréttingu, setja höldur eða höld sem gefur innréttingu nýtt líf og gefur íbúðinu annað svona yfirbragð. Ráð númer 5. Það að skoða fjármögnunarmálin sín vel, það að segja lánamálin vel. Munið það að verðtryggt lán til 30 ára, 30 milljónir króna lán og þarf að borga nærri 110-120 milljónir tilbaka yfir lánstíma. Bara með að auka pínulítið afborganir lánið, stytta lánstíman, fara í óverðtryggt, getur sparað ykkur gríðarlega fjárhæð til lengri tíma. Það ekki bara hægt að skoða afborganir per mánuð, skoðið líka hversu mikið afborganir fyrir og höfuðstól, skoðið hversu mikið þeir að greiða tilbaka yfir lánstíman
og sjáu hvort það sé hægt að finna einhverju leiðir í tengslu við það. Það hægt að spara margar milljónir yfir lánstíman. Ráð númer 6. Það að skoða endurfjármögnun lánanna á svona 1 til 3 ára fresti. Vegna þess að þetta líklega besta tímakaup sem venjulegt fólk hefur yfir lífið. Og tek sem dæmi að oft á tímum að þegar fólk eru að kaupa sinni fyrstu eign þá tekur það 2 lán á eigninu sína. Fyrsta láni upp í 70% veðhlutfall, annað upp í 80 til 85% veðhlutfall. En það lán, þetta svo kallað aukalán, töluvert dýrara heldur en lánið sem á fyrsta veðri, það að segja upp í 70% veðhlutfalli. En eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár, þegar hugsanlega verði búið að hækka, fasteignamati búið að hækka, þá hækka saman þessi lán til dæmis í 1 lán og spara leiðandi gríðarlega stóra fjárhæðir. Þannig að skoða endurfjármögnun á 1 til 3 ára fresti. Ráð númer 7. Það að oft á tíðum þá eru kaupendur að leita á ákveðnu svæðum. Þau eru mjög bundið í að leita í 120 Hafnarfirði, 105 í Hlíðunum, 107 eða eitthvað svoleiðis. Það gæti verið sniðugt að skoða þessu út fyrir sitt eigið póstnúmer, það sem að hugsa. Það sem kannski að fá betri dýr, lægra fermetraverð, betri kjör á eigninni sem hefur kannski meiri möguleiki að hækka meira og hreinlega kaupa þá eign, eingöngu þeim tilgangi, eingöngu með því markmiði að búast til meira eigið fé og hugsa þá eftir 2 ár, 4 ár þegar þú selur fyrstu íbúðina sem raunverulega bara stökkpallur inn á markaðinn að kaupa þá í því póstnúmer sem þú vilt á endanum vera í til lengri tíma. Þannig að kannski fara þess út fyrir póstnúmerið í skamman tíma, koma svo aftur. Ráð númer 9 sem raunverulega regla númer 1 hjá flestum fagfjárfestum. Það að ekki bíða með að kaupa fasteign, heldur keyptu fasteign og bíddu svo. Það eru alltaf til ástæður og raunverulega afsakanir fyrir því að bíða með að kaupa fasteign. Það alltaf ótti sem í kringum okkur. Það getur verið vaxtahækkanir og það getur verið alls konar utanaðkomandi vandamál sem getur maður sannfært sjálfan sig að bíða með að kaupa fasteign. Og frábært dæmi það aðili sem mjög náið mér sem að skoðaði fasteign í Hortinu í Hafnarfirði. Sú íbúð voru 24 milljónir árið 2019 og hann var akkurat með nóg fyrir útborgun á þeim tíma. Sá aðili ákvað að bíða, vegna þess að á þeim tíma voru verkföll og það voru vandræði ferðaþjónustunni og það var svona óvissa í samfélaginu. Í síðasta mánuði hafði viðkomandi aftur samband við mig og sagðist að leita sér íbúð og var að horfa verðbyrjun 50-60 milljónir og var að forðast hlutdeildarláni. Ímyndaðu ykkur hefði farið inn á markaðinn 2019 að þið notið þeirra verðhækkanir sem hefur orðið síðan stað og undanfarnum árum. Svo það lokaráði að þó sért ungur, bara á aldrinum 15-20, að byrja að skoða markaðinn, skoða auglýsingar, kíktu í opin hús, bara ringdu áttað á þig, labbaðu inn í eignina og fáðu svona upplifun á eigninni, skoðaðu rafmagnstöflu, jafnvel fáðu söluyfirlit, lestu söluyfirlit, bara svona aðeins að fræðast markaðinn, byrja að safna, mólar eru líka brauð. Þannig að þú munt alltaf græða því að hafa nógu góðar upplýsingar og vera með reynslu sem byrjar á ungum aldri.